Takk fyrir kynninguna, Elías. Ég ætla sem sagt að renna yfir helstu vottunarkerfi sem eru tiltæk fyrir íslenska ferðaþjónustu. Það gæti verið það. Þetta er náttúrulega í framhaldi af samantekt sem ég gerði fyrir Ferðamálastofu. Þið náttúrulega þekkið þennan bakgrunn, þingsályktun ferðamálastefnu, og þar er þessi aðgerð E6 að endurskoða gæði og umhverfisvottun fyrir íslenska ferðaþjónustu. Í lok síðasta árs þá skilaði ég svolítið minnisblaði framtíð vakans og hlutverk Ferðamálastofu í að styðja við sjálfbærnistarf ferðaþjónustunnar á Íslandi. Og þessi punktar sem ég ætla að renna yfir hérna á eftir eru byggðir á því minnisblaði á öllu leyti, nema ég hef aðeins uppfært bara tölur og annað af því að eitthvað gerist á hverju ári. Þannig að spurningin sem á að reyna að svara er þessi: hvaða merki eru raunhæf fyrir íslenska ferðaþjónustu? Ef við bara byrjum að telja upp merkin sem eru sérstaklega nefnd eða kerfin sem eru sérstaklega nefnd í þessu minnisblaði, þá eru þau 7 og ég ætla bara að demba mér í þau hvert af öðru. Þá fyrst Green Key sem er merki eða vottunarkerfi sem gagnast margs konar starfsemi innan ferðaþjónustunnar, hvort sem það eru hótel og gistiheimili og farfuglaheimili með 15 herbergi, eða meira en 15 herbergi en líka minni gististaðir með 15 herbyggjum eða færri. Og það líka tjaldstæði og sumarhúsasvæði, veitingastaðir, ráðstefnustaðir, söfn, gestastofur og skemmtigarðar. Þannig að þetta eru svona flestar greinar innan ferðaþjónustunnar, nema maður getur sagt að ekki ferðaskipuleggjendur og ekki bílaleigur allavega. Og síðast þegar ég gáði fyrir nokkrum dögum þá voru það bil 7500 staðir í 81 landi með Green Key vottun, sem segir náttúrulega eins og sést líka á kortinu að þetta hefur býsna mikla útbreiðslu nokkuð víða um heim, mjög mikla útbreiðslu í Evrópu og þar í kring. Á Íslandi eru 20 gististaðir með vottun og 1 safn sem er Selasetrið á Hvammstanga, ef maður rétt. Vottunarstofan Tún tók að sér fyrir nokkrum árum að sjá þetta kerfi hér. Kerfið er þekkt á heimsvísu eins og, kortið ber líka með sér og þessi fjöldi vottara staða. Það er metnaðarfullt, það eru gerðar strangar kröfur. Þó aðalega stjórnunarlega þætti, það er að segja frekar það hvernig haldið á málum heldur en að séu nákvæmlega kröfur að ekki megi nota meira en svo marga lítra eða kílóvattstundir per nótt eða eitthvað þess háttar, enda það mjög breytilegt eftir löndum hversu mikla kröfur raunhæft að gera. Þannig að þetta er svona frekar en annað stjórnunarlegir þættir. Þetta kerfi viðurkennt af sjálfbærniráði ferðaþjónustunnar á heimsvísu, GSTC. Það er nokkuð þungt í vöfum eins og kannski öll vöndu kerfi það er ekki til neitt sem heitir einfalt og ódýrt. Ef þetta er alvöru kerfi þá þarf dálitla vinnu til þess að vinna eftir því. Kostnaðurinn, það er svona algengt, árgjald er 150.000 krónur og á gististöðum þá er þetta eftir sem best veit 850 krónur á herbergi á ári. Þar við bætist svo kostnaður vegna úttekta og væntanlega ferðakostnaður úttektamanna og eitthvað slíkt. Kerfi númer 2 er þá Norræni Svanurinn sem náttúrulega allir þekkja, eða flest allir á Norðurlöndunum. Hann hefur takmarkaðri útbreiðslu ef við lítum á það út frá hvaða greinar innan ferðaþjónustunnar geta fengið svaninn. Það eru raun og veru bara gististaðir, veitingastaðir og ráðstefnustaðir. Þannig að það er ýmislegt sem lendir utan borðs. Þetta eru nokkur 100 staðir á Norðurlöndunum. Á Íslandi eru þetta 6 gististaðir, 1 veitingastaður og svo reyndar 5 mötuneyti, sem eru þá mötuneyti eins og Landspítalans og fleiri sem er ekki beinlínis innan ferðaþjónustunnar þó að starfsemi sé í sjálfu sér sambærilega við þessu marki, og 1 ráðstefnustaður sem er sem sagt Harpan. Umhverfisstofnun sér þetta kerfi á Íslandi, enda er það í eigu norrænna stjórnvalda. Þetta er sameiginleg eign stjórnvalda á Norðurlöndunum og hefur verið það í 35 ár. Kerfið er mjög þekkt á Norðurlöndunum. Í einhverju könnun kom til dæmis fram að fleiri Svíar þekkja svaninn heldur en vörumerkið Coca-Cola. Þetta er eitt virtasta merkið í heiminum, ég held að svo að slá því föstu. Það var líka niðurstaður einhverju könnun sem var gerð fyrir nokkrum árum. Þetta er alvöru merki á allan hátt. Það leggur bæði áherslu á stjórnun og mælanlega frammistöðum. Er eðli málsins samkvæmt ef til vill ekki mjög þekkt á heimsvísu. Þetta er náttúrulega fyrst og fremst norrænt merki. Það er nokkuð þungt í vöfum. Það þarf að mæta mörgum kröfum og það getur verið heilmikil vinna, eins og ég sagði áðan, bara metnaðarfullt kerfi, mikil vinna. Dæmigert upphafsgjald þar er á bilinu 200 til 500.000 krónur og síðan er árgjald yfirleitt í hlutfalli við veltu. Það er svolítið misjafnt eftir greinum hvernig það er reiknað.
Þriðja merkið er umhverfismerki Evrópusambandsins eða Evrópublómið eins og það stundum kallað eða bara EU Ecolabel. Það er í raun og veru á margan hátt sambærilegt Svaninum. Það nær til afmarkaðs hluta ferðaþjónustunnar, bara til gististaða og þar með talið tjaldsvæða. Þetta er talsvert notað í Evrópu, 601 gististaður síðast þegar ég gáði, en þar á bara einn á Norðurlöndunum sem er einhvert tjaldsvæði á láglandi, þaðan sem þessi mynd er. Og það segir náttúrulega einfaldlega að það er kannski ekki mikil þörf fyrir umhverfismerki Evrópusambandsins á Norðurlöndunum þar sem Svanurinn er fyrir. Þetta eru mörgulítið sambærileg merki. Þetta er líka sambærilegt Svaninum að því leyti að þetta er í eigu stjórnvalda sem stýra allum löndum Evrópusambandsins og þá væntanlega getum við talið löndin sem eru með í Evrópska efnahagssvæðinu með. Þetta er mjög þekkt í Evrópu og eitt virtasta merki í heiminum rétt eins og Svanurinn. En fyrir okkur hefur það kannski fátt sem Svanurinn hefur ekki. Umhverfisstofnun sér þetta hér en er ekkert sérstaklega markaðssetja og það er lítil eftirspurn, það er þá frekar Svanurinn sem að menn fara beint í. Fjórða merkið er Earthcheck sem er alþjóðlegt merki. Nær yfir svona tilteknar greinar innan ferðaþjónustunnar, nánar tiltekið gististaði, ferðaskipuleggjendur og áfangastæði. Það hefur sérstöðu að því leyti að það er með viðmiðunar kröfu fyrir áfangastæði. Á heimsvísu eru 570 aðilar með vottun eins og staðan er í dag. Þar á 2 á Íslandi. Þar er einn áfangastæður sem er Snæfellsnes og eitt afþreyingafyrirtæki sem er Elding. Vestfirðir voru líka með vottun en eru horfin frá því. Þeim finnst það ekki einhvern veginn skila því sem að það þyrfti að skila sem raunverulegum umhverfisúrbótum á hálfu sveitarfélaganna. Þetta er alþjóðlegt kerfi, það er viðurkennt af GSTC. En þetta er það sem ég myndi kalla meðaltalskerfi. Það er byggt þannig upp að til þess að fá vottun þá ættu fyrirtæki og áfangastæðir að vera að minnsta kosti jafn góð eins og meðaltal fyrir sambærilega greinar og sambærilega svæði. Aftur á móti bæði Svanurinn og Evrópublómið eða umhverfismerki ESB eru það sem ég myndi kalla elítumerki, sem það eru bara þeir bestu sem komast þangað, en þannig að þetta merki nær svolítið lengra niður. Það er þrepaskipt, sem það er hægt að fá gull, silfur eða brons, sem að getur út af fyrir sig valdið ákveðnu ruglingi. Það er ekki útbreitt í Evrópu og það leggur að langmestu leyti áherslu á stjórnunarlega þætti, þar með talið áhættumat og fleira. Fimmta kerfi sem ég ætla að nefna er Travel Life, eða 5. eða 7. og ég er búin að ruglast í röðinni. Travel Life er vaxandi, þetta er alþjóðlegt merki með upprunni í Bretlandi. Það nær yfir eins og önnur svona kerfi tilteknar greinar innan ferðaþjónustunnar og er lang útbreiddast hjá ferðaskipuleggjendum. Næra einhverju litið líka til gististaða. Og ef við lítum á Norðurlöndin þá eru 42 ferðaskipuleggjendur á Norðurlöndunum og þar af 7 á Íslandi með vottun frá Travel Life en engir gististaðir. Travel Life er þekkt víða lönd. Það er ekki mjög útbreitt í Norður-Evrópu en samt svona nokkuð. Vísu kannski ef við horfum á Norðurlöndin og Ísland að þá er kannski tiltölulega fáir á Norðurlöndunum í heild. Þetta er viðurkennt að GST gerir ekki mjög stífar kröfur. En þetta er líklega það kerfi sem er aðgengilegast fyrir ferðaskipuleggjendur af því þeir hafa bara ekki aðgang að þessum kerfum eins og Green Key og Svaninum og reyndar ekki heldur Earthcheck. 7. kerfi sem ég ætla að nefna er Bláfáninn, mjög virkt kerfi en fyrir mjög afmarkaða starfsemi. Þetta er fyrst og fremst og eingöngu fyrir baðstrendur, smábátahafnir og ferðaþjónustubáta. Í umsjón vottunarstofan á Túns hérlendis. Það er rúmlega 5.000 staðir í rúmlega 50 löndum í heiminum með leyfi til að flagga bláfánanum, þar af 231 á Norðurlöndunum síðast þegar ég gáði og þar af 19 á Íslandi. En reyndar eru 15 af þeim bátar sem eru væntanlega hvalaskoðunarbátar sem er í raun og veru mjög stórt. Þetta er svona 10. hver bátur og heimsvísu er á Íslandi. Þannig að bláfáninn er langstærstur hér á bátunum. Þetta er alþjóðlegt kerfi, það er þekkt allstaðar, það er virkt með þekkjanafána og það gengur að mestu leyti út á kröfur sem varðar hreinlæti, öryggi, aðgengi og fræðslu. Það kostar svolítið, árgjaldið er 275.000 krónur síðast fyrir vissi. Og 7. og síðasta kerfið, ekki beint merki, það eru ISO-vottanir og þá erum við kannski fyrst og fremst að tala um ISO 14001 sem er sem sagt umhverfisstjórnunarkerfi, ISO 9001 gæðakerfi, ISO
21401 er sérstakt kerfi fyrir ferðaþjónustuna sem ég hef nú ekki séð mikla notkun á. Þetta er ekki umhverfisvottun á sama hátt eins og Svanurinn. Þetta er sem sagt ekki merki sem hægt er að nota í markaðssetningu, heldur er þetta merki sem snýst alfarið kerfið sjálft. Í raun og veru þá er hægt að framleiða hversu umhverfisfjandsamlega vöru sem verkast vill en vera samt með ISO-vottun vegna þess að ISO-vottunin tryggir fyrst og fremst að það sé staðið rétt að framleiðslunni. Það tryggir ekki á nokkurn hátt gæði eða umhverfislegt ágæti framleiðslunnar sem slíkrar. Þetta getur til dæmis hentað fyrir bílaleigur ef við horfum á þetta frá ferðaþjónustunni af því að þær hafa kannski ekki aðra valkosti. Kröfurnar eru mjög ítarlegar og þetta byggir ákveðin grunn fyrir umhverfismerki og þau eru meira en öll byggð á þessari ISO hugmyndafræði. Og eins og ég sagði, þetta er gæðisteinfell á reksturinn, ekki á vöruna og þar af leiðandi ekki hægt að nota þetta í markaðssetningu á vöru. Hins vegar, þá skiptir þetta máli tilboðsgerð, til dæmis í opinberum útboðum. Þetta er þungt í vöfum og þetta kostar talsverða peninga. En þetta hentar stórum aðilum sem sérstaklega sem eru þá að berjast í opinberum útboðum. Og hvað liggur þá beinast við? Þetta er síðasta klaran. Ef við lítum bara á þessar helstu greinar innan ferðaþjónustunnar, þá er það allavega mín skoðun að þegar við erum að tala gististaði, þá sé það Svanurinn eða Green Key, tjaldsvæði, Green Key, þar sem Svanurinn er ekki með, veitingastaðir og ráðstefnustaðir, Svanurinn eða Green Key, söfn, gestastofu og skemmtigarðir, það er Green Key, það er Svanurinn ekki, ferðaskipuleggjendur, það er kannski fyrst og fremst Travilife, það virðist eina svona aðgengilega kerfið fyrir þessa aðila, baðstrendur og smábátahafnir ferðaþjónustubátar, það væri bláfáninn og bílaleigur ættu kannski að horfa á það að fá sér ISO 14001 vottun. Ég veit ekki áfangastæði, það er svona sérstakur kapítuli, það er kapítuli út af fyrir sig, Earthcheck er til staðar en kannski ástæða til að skoða eitthvað annað. En þetta er nú það síðasta sem ég hef að segja í bili og vonandi bara nýtist þetta ykkur í ykkar vinnu til þessi leikurinn gerður og bara gangi ykkur vel með það.